Öll sömul og velkomin á þennan á fundinn. Gaman að sjá hvað við erum mörg mætt til fundar. Svo sem ekki skrítið, mjög skiljanlegt í stöðinni. Nú spurning tæknikunnáttina. Já. Mér. Sést eitthvað á skjánum núna? Já, þetta sést allt rétt. Já, en ég ætla að fara hérna bara yfir svolítið af upplýsingum stöðuna hjá Ístex og það er eitthvað svolítið á tölum sem að kemur vonandi samt sem áður ekki ómikið, en ef það er einhverja samt sem áður tölur eða annað sem að þið viljið fá nánari skýringar á eftir, þá er það alveg sjálfsagt að reyna að skýra þá út og svara því sem að hægt að svara fyrir. En kannski svona meginástæðan fyrir þessum fundi núna er sú að lausafjárstaða Ístex hefur verið mjög slæm núna, eiginlega síðast liðið rúmt ár, og ástæða þess sú að í hefðbundnu ári hjá Ístex eru september og október stærstu sölumánuðir á handprjónabandi og reyndar ýmsum fleiri vörum. En það gerðist í fyrrahaust að þá datt salan mikið niður, sérstaklega í útflutningi, og ég kannski sýni einhverja tölur til að skýra það á eftir hvernig það kom út. Einnig var á sama tíma eða svipuðum tíma viðskiptabanki Ístex ekkert sérlega liðlegur með fyrirgreiðslu til félagsins, og þrátt fyrir það að Ístex skulda ekkert rosalega mikið miðað við þær eignir sem eru til staðar í félaginu. Og síðan aftur síðastliðið vor í apríl og maí voru líka mjög daprir í sölu á handprjónabandinu, og það gerði það að verkum að lausafjárstaðan þá versnaði enn, og meðal annars var ekki hægt að standa í skil á greiðslu til bænda, og reyndar á þeim tímapunkti líka þurfti að fresta ýmsum öðrum greiðslum. Sem betur fer hefur nú aðeins ræst úr svona síðan í vor, en samt sem áður er staðan ekki orðin þannig ennþá, og ekki fengist fyrirgreiðsla ennþá til þess, þannig að hægt hefur verið að greiða bændum greiðslu fyrir ullina eins og hefði átt að vera búið að gera fyrir löngu. Kannski aðeins bara svona í byrjun að eru hérna tölur úr ársreikningi Ístex undanfarinna ára. Tekjur hafa verið að aukast talsvert mikið undanfarinna ár, og árin hérna sérstaklega kannski 22, 23, þá var eftirspurn eftir handprjónabandi og lópanum svo mikil að Ístex hafði engan veginn undan að framleiða. En síðan gerist þetta eiginlega ótrúlega snöggt þarna í fyrra haust að salan dettur niður úr landi. Á sama tíma þarna 22-23 var ráðist í ákveðnar fjárfestingar í vélum og tækjum, og reyndar aukinn vinnutími á starfsfólk til þess að reyna að mæta þessum kröfum eða eftirspurninni eftir bandinu. Eins og sagði áðan, þá gerðist það í fyrrahaust að salan á handprjónabandinu datt niður, og þarna eiga að vera tölur það hvernig þróunin var. Í þessa 3 mánuði í fyrra var salan ekki nema tæpar 150 milljónir, en árið áður var nærri 200 milljónir krónur meiri sala, sem var reyndar býsna eða eiginlega með sölu sala hjá Ístex. En þetta er eitt af stærri atriðum þess hvers vegna lausafjárstaðan var svona erfið. Það var búið að undirbúa það að salan yrði mun meiri heldur en hún var þarna þessa mánuði,
og með þeim tilkostnaði sem að framleiðslunni fylgir. Og birgðastaðan, eða birgðir af fullunninu vöru voru þessna alltaf að vaxa eftir því sem að leið á árið. Þarna eru líka sölutölur fyrir apríl og maí sem að voru líka mjög daprar. Þarna einhverjum 60-70 milljón minni í handbrunabandinu og reyndar þarna í heildartekjum í þessum mánuðum að þá var mun minni sala á iðnaðarbandi líka, en það var eitthvað tímabundið, þar að segja salan á iðnaðarbandi sem til prjónastofa og fleiri slíkar aðila, og hún var svona nokkuð góð í heildina séð allt árið. En þarna gerði það verkum að bankakerfið var til dæmis ekki ennþá tregara til þess að veita einhverjar fyrirgreiðslur þegar að salan var alltaf að minnka og reksturinn það var ekki búið að ná að hagræða nógu mikið í reksturinn. Svona lítur þetta út fyrir næstu því heilt árið eða 11 mánuði. Rekstrarár Ístex frá 1. nóvember til 31. október og hverju ári, ekki almanaksárið eins og algengast Og staðan akkurat núna eins og í handbrunabandinu að þá þarna 170 milljónir króna minni sala á árinu heldur en árið undan sem var frekar lélegt, og ég sjá bara muninn á árinu 23 og svo yfir í 25. Þannig að þetta gerði það verkum að þetta verkefni sem við höfum verið að glíma við síðustu mánuði, að reyna að rétta við reksturinn og ná að fjármagna allt saman. Staðan var mjög slæm þarna í maí, júní í vor, og þess vegna var ekki hægt að greiða bændum, það greiðslu sem átti að greiða þá, en sem betur fer hefur þetta heldur skánað og salan akkurat núna þess eins og í september og það sem af október bara ágætt, þannig að útlitið allavega orðið miklu betra. En eins og sagði áðan þá skuldar Ístex svo sem ekki neitt óbúslega mikið miðað við það eignir og annað sem eru í fyrirtækinu, en þarna samt sem áður yfirlit yfir allar skuldir eins og þær eru akkurat núna. Það þarna eitthvað rétt í kringum 1156 milljónir sem að skuldirnar eru. Langtíma skuldir þarna 730, þessar 178 sem eru ógreiddar til bænda. 50 milljónir sem eru ógreiddir reikningar sem eru í meginatriðum bara mánaðarreikningur og annað þess háttar, og síðan yfirdráttarlán upp á tæpa 200 milljónir eða 198 eins og þarna segir. En þetta svo sem ekki hefðbundið yfirdráttarlán með mjög háum vöxtum, heldur þetta svona eiginlega hálfgerð lánalína eða þannig. Ístex hefur þurft að fjármagna til dæmis greiðslurnar bænda á hverju ári með því að það hefur verið tekið þetta yfirdráttarlán sem síðan hefur alltaf verið greitt niður smátt og smátt þegar liðið hefur árið, en því miður hefur ekki tekist ennþá á þessu ári. Hins vegar líka bara til fullt af eignum í þessu ágæta fyrirtæki. Samkvæmt ársreikningunum voru þarna til 400 eða eignirnar varanlegir rekstrarfjármunir metnir á tæplega 450 milljónir. Inni því mat á eignum eða fasteignum fyrirtækisins í Mosfellsbæ ekki nema einhverjum 140-50 milljónir. Hins vegar samkvæmt mati fasteignasala þessi eign virði einhvers staðar nálægt 900 milljónum. 900 milljónum. Ef það tekið tillit til sölu á sambærilegum eignum í nágrenninu og öðrum slíkum.
og við höfum reyndar líka mat fleiri aðila á því að þetta er allavega verð sem ekkert út úr kortinu. Birgðir eru núna eitthvað nálægt 850 milljónum. Og það mestu leyti fullunnin vara, fullunnin band, og þetta hefur aukist heilmikið núna síðustu árið, meðal annars vegna þessara sölutræður. Og meðan var ekki að farið út í hagræðingaraðgerð, það var ekki búið að draga úr framleiðslunni eins og svo sem aðeins búið að gera núna og kemur nánar á eftir. Og síðan eru núna útistandandi kröfur einhverja 100 milljónir sem sala núna á síðustu viku. En strax í fyrra, í lok fyrra sumars eða bara snemma í fyrra haust, var það, þegar séð var hvert var að stefna í sölunni, að þá var farið út í ýmiss konar hagræðingaraðgerðir í fyrirtækinu til þess að reyna að draga úr tilkostnaði. Og því miður þá þurfti að segja upp starfsfólki. Það var gerð breyting á vinnutíma hjá starfsfólki, einkum á kvöldvaktinni þar sem hún var stytt og fækkað fólki. Starfsfólk eða stöðugildin hjá Íslex í september 24 voru 74 en eru núna í lok september 48, þannig að það hefur fækkað verulega starfsfólkinu. Það leiðir að líka því að framleiðsla á bandi mun minni heldur en var í fyrra og allavega allt í lagi með við þær birgðir sem eru til núna, að meiningin að reyna að gryggja á þeim áður en það verður slegið í klárun aftur ef sú staða kemur upp að þurfa að fara að framleiða meira. Heildarhagræðing í því sem búið að gera, ef við skoðum mismuninn á árinu 24 og svo eins og við gerum ráð fyrir að verði á árinu 26, að þá hagræðing í rekstrarkostnaði þar einhvers staðar mjög nálægt 300 milljónum krónum. Þar af launakostnaður einhvers staðar mjög nálægt helmingi, eða einhverja 150–160 milljónir. Og síðan bara það sem leiðir af minni framleiðslu og annað þess aftar, það restin. Einnig búið að eiga sér stað mjög náið og mikið samtal við kaupendur bands og annar framleiðsluaðila, sérstaklega erlendis, og búið að fara yfir skipulag þess, og það vonandi líka að skila talsverðum árangri í sölunni og svo vonandi líka í verðum. Og þá var hluti af ullinni sem kom á Blönduós, hún var bara dökkuð og óþvegin og seld þannig úr landi. Þannig að það búið að reyna að gera ýmislegt til þess að hagræða í reksturinn og laga stöðuna með því. Hvaða árangur sem það skilar, eða hvernig það dugar til þess að rétta stöðuna af. Stjórnin ákvað sem áður enda bara miðlægt að ákveða ullarverð til bænda fyrir næsta ár, þó að sé ekki búið að greiða fyrir síðustu ull. Þetta eru tölurnar eins og það líta út. Þetta reyndar því miður talsverð lækkun á verði á öllum flokkum og það kemur til út af stöðunni eins og ég hef reynt að lýsa henni hér á undan. Kannski sést það ennþá betur hér á þessari klæru. Meginhlutinn af þeirri ull sem að Ístex nota sjálft í sinni vinnslu, að þar 30% lækkun á því verði sem að gilti í fyrra. En samt sem áður þetta hærra verð heldur en það ekkert mjög langt síðan að var verið að greiða lægra verð í krónutali heldur en þetta sem þarna kemur fram. En samt sem áður þetta því miður talsverð lækkun.
og það ennþá meiri lækkun á ákveðnum flokkum, sérstaklega M2 flokkurinn sem mjög erfiður í allir sölu núna og það eiginlega nánast eina notkunin á honum miðað við verðin eins og eru akkurat núna eru það sem að Íslex sjálft að nota í sængurillinu og eitthvað fleira þess háttar. Þannig að við eiginlega sáum okkur út í fært annað heldur en að hafa þann flokk bara án þess að greiða fyrir hann á þessu ári. Sama gildir að vetrarrullina eða heilsársullina að hún lækkar verulega í verði á milli ára. Í miður. En samt sem áður þó verið að greiða eitthvað svolítið fyrir nánast alla ullina. Þetta eru sem sagt greiðslurnar frá Íslex og til viðbótar þessu þó svo að það komi kannski ekki beint Íslex við en sjálfur sér opinberi stuðningurinn einhvers staðar nálægt eða verður það og held ég á þessu ári einhvers staðar nálægt 1300 krónum á kíló sem bætist þá við þessar upphæðir sem að bændur fá greitt fyrir ullina en það er Íslex í raun og veru óviðkomandi. Svo er kannski spurning samanburð við nágranna okkar hérna eins og í Noregi. Þetta verðtafla sem ég fann og þó að standið þarna þetta gildi frá 1.9.24 þá held ég örugglega að verðið þar sé óbreytt. Þarna þetta þeir eru borga fyrir ullina óþvegna enda er ullinni í Noregi bara megnið af ullinni safnað þar saman og síðan flutt til Bretlands þar sem hún þvegin þar. En þarna sést til dæmis það sem kallað tillegg frá Fatland frá 1 og upp í 4 krónum norskum fyrir hvern flokk. Norska krónan einhvers staðar nálægt 12 krónum, þannig að þetta fyrirtæki Fatland ekki að borga mjög hátt verð sjálft. Síðan tilskudd, það opinberi stuðningurinn sem kemur frá ríkinu og hann í Noregi en það var allavega mismunandi milli flokka. Eins og við sjáum allt frá því að vera 0 og upp í 68 krónum. Ég sá örugglega einhvers staðar frá öðru fyrirtæki að þar var allir þeirra að borga fyrir flokkinn C1 8 krónur. En ég bara, núna þegar ég var að taka þetta saman þá gat ég ekki fundið þá verðskrá aftur. Bara til samanburðar þá skilst mér að til dæmis flokkurinn F1 sé eitthvað svipuð ull eins og fer í lambsull og besti hlutin af H1 sem að borga þarna samtals einhverja 50 krónur norskar. Það ekki hvað einhvers staðar nálægt 600 krónum eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ekki eru norski bændur að fá mikið hærra verð fyrir ullina heldur en við. Síðan í Bretlandi þetta reynda svona vísitala eða þróunin, hvernig verðið hefur verið að þróast þar. Ef ég veit rétt að þá eru breski bændur að fá einhvers staðar að meðaltali nálægt 80 til 90 krónum á kíló. En mér skilst að akkurat núna, kannski þessa dagana, þá séu að eiga sér stað einhver breytingar og vonir að hækkandi verð á mörkuðum þar úti. Þannig að ef það gengur eftir þá það bara mjög jákvætt. Kannski bara aðeins svona til upplýsinga ef einhverju vita ekki að þá búið að eiga sér stað heilmikið þróunarvinna hjá Íslex á undanförnum árum í að búa til ýmiss konar vörur úr ullinni og þær hafa verið að skila allnokkrum tekjum eru farnar að gera það núna, sængurnar, koddarnir og ýmislegt fleira og lopið í loft og sem svona þetta
ullin eins og hún í sængunum, sængurulllin og síðan líka verið að selja í fataframleiðslu, meðal annars til Æsver í úlpurnar og það. Þessar nýju vörur hafa verið að skila svona 80 til 90 milljónum króna á síðustu árum. Þannig að það er talsverður styrkur af því að fjölga þeim tekjustoðum sem að fyrirtækið byggir á, ekki treysta alfarið á eina framleiðslu. Fjallalopi er svo nýtt band sem kom nýlega á markað sem hentar í fíngerðar og léttar flíkur. Púðaver með teppamynstrum sem ég skilst að seljist bara drjúg vel. Síðan að vera gerða breytingar á heimasíðinu Lopi Design sem þar eru uppskriftir á peysum og ýmsar vörum og þetta er orðið mjög vinsælt, skilst mér, hjá prjónafólki að nota eða fara þar inn og skoða þær síður. Og kannski síðast þarna með ullarmat.is að þar allar upplýsingar flokkun ullar og annað þess háttar og skráningin á ullinni á að fara þangað einhvern tímann fljótlega í það minnsta bara sem tætt á bændatorginu og fara alfarið þarna inn á þetta ullarmat.is. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig staðan er akkurat núna en þetta stendur örugglega eða hefur staðið til að þetta ætti að komast í gagnið núna í haust og vonandi verður það. Kannski bara smá punktar hérna í lokin að góð meðferðin á ullinni og flokkun hennar, hún skiptir alveg lykilmáli í framleiðslu á gæðabandi og eins og ég nefndi áðan að vetrarullin, heilsársullin, einkum M2 í mjög lágu mörkuðum núna og það eru nánast engir sem að vilja kaupa og þeir sem hafa verið að kaupa okkur sitja uppi með birgðir, eldri birgðir sem þeir losna ekki við ennþá. En Ístex hefur að mörgu leyti sérstöðu með sambærilegra fyrirtækja. Ístex safnar ull frá bændum, nánast öllum bændum á landinu. Hún er síðan þvegin og framleiða síðan band úr þeirri ull. Þetta skilst mér að sé ekki mjög algengt. Algengast er að ullin er bara safnað saman og síðan fer bara á markað og spunaverksmiðjurnar og aðrir kaupa bara ullin á markaði og eru þess vegna getur verið með margs konar ull. En Ístex hefur einbeitt sér að markaðssetja og nýta þessa sérstöku eiginleika ullarinnar sem togið og þeli. Og með þeirri sérstöðu hefur tekist að fá hærra verð fyrir ullina og bandið og því mikilvægt að halda þeirri starfsemi hér á landi áfram. Til hagsbóta bæði fyrir bændur og bara landið allt. Eins og við kannski sáum áðan með því verði sem að bændur hér að fá í samanburði við bæði Noreg og Bretland. En ég segi, í Noregi nánast allir vill bara safnað og síðan sendi Bretlands og þvegin þar og selda markaði. Ég held reyndar að þeir eigi sjálfur þvottastöð í Bretlandi sem það er megnið af ullinni. Og það sama gildir í raun og veru stóra hluta ullar í Evrópu. Hún sendin til Bretlands og þvegin þar. Það eru aðal flotta stöðvarnar fyrir ull. En kannski bara í lokin að þakka bændum fyrir þolinmæðina og skilning á þeirri erfiðu stöðu sem nú einhvers staðar eitthvað sem að bergmálar að loka fyrir mikrofóninn ef það er hægt. Já. Þú ert að kveikja á þínu mikrofón, Gunnar?
Gunnar, Já, þú var að kveikja þér aftur og þú ætti að fara með lokaorðin aftur. já, ég sé það að ég veit ekki hvernig við slökna á mikrofónum hjá mér. Við höfum ekki slökkt á öllum til þess að minnka bergmálið. Ok. Það gæti verið. Býtum við. Það er hérna. Já, kannski bara ég endurtaki þá það sem ég sagði hérna áðan, bara þakka bændum fyrir þolinmæðina og skilning á þeirri erfiðu stöðu sem við sem Íslands hefur verið í síðustu mánuði. Það hafa allmargir eða nokkrir bændur haft samband og rætt málin og flestir tekið þessu ótrúlega vel, þessari stöðu sem uppi er. Og einstaka bændur hafa sendt hvatningu til starfsfólks og stjórnenda Íslands sem hafa, eins og þau orðuðu þarna fyrir sunnan, hafa í Mosfellsbænum það illíðu á erfiðum tímum í að fá slíkar kveðjur frá bændum. En kannski bara það allra síðasta verkefni hjá okkur stjórnendum Íslands núna er það að reyna að tryggja það að sala á bandi og öllum öðrum framleiðsluvörum Íslands verði sem allra mest núna á næstunni og síðan að það hagræðingar aðgerðir. Ef þetta tvennt dugar ekki til þess að Íslands geti greitt fyrir ullina á næstu viku, þá vonandi getur eða sjá bankarnir að sér og koma með okkur í þetta verkefni. En ef ekki, að þá eru þarna til í fyrirtækinu verðmætar eignir sem hægt er að breyta í eða selja og búa til lausafjármuni úr því og þannig greiða þannig að lausafjárstaðan batni. Og ég bara segi það að lokum að við munum greiða fyrir ullina, en nákvæmlega hvaða dag það verður, því get ég ekki lofað hér og nú. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni, en er að sjálfsögðu tilbúin að svara því sem ég get svara á eftir eða ræða málin, og eins veit ég ekki annað en að flestir eða allir aðri stjórnendur og Sigurður framkvæmdastjóri séu hérna á fundinum og geta þá tekið við að svara líka. En bara takk fyrir í bili. Takk fyrir þessa góða yfirferð, Gunnar. Ég ætla að biðja Örvar að slökkva á upptökunni og það er hægt